Það sannarlega mikil upplifun að kíkja í heimsókn í Hammersminni 10 á Djúpavogi. Í bílskúrnum þar situr Jón Friðrik Sigurðsson, eins og svo oft áður að störfum, í Manchester United treyjunni með Led Zeppelin á fóninum að brenna rúnir í Hreindíshorn. Og það vantar sko ekkert upp á afköstin á þessum bæ. Hér fallegt handverk, hvert sem litið Ég að vinna aðallega úr Hreindíshornum og helst hornin sem ég finn bara út í náttúrunni. Ég að vinna úr steini sem ég hef verið að safna í 35–40 ár. Og svo bara timbri sem að ég fæ hingað og þangað. Ég náttúrulega get nálgast bæði timbur upp á Egilsstöðum, gott timbur. Það er kannski náttúrulega ekki lokal, en svo hef ég inn á Bragavöllum. Hjá fólkinu mínu sem þar, sem að lætur mig hafa timbur sem að ég reyna að þurrka og vinna úr. Svo náttúrulega geng ég hérna fjörutnarstundum og finn góða spýtu sem hægt að vinna úr. Þannig að það helst tími bæði það að safna efninu alveg eins og að vinna það? Já. Þetta er náttúrulega það sem ég var búinn að vera að safna. Það var eins og eitthvað sem myndi ske, ég veit það ekki. Þetta var einhver tilviljun. Ég var alltaf að safna einhverju. Þetta sem skeði var slys sem Jón Friðrik lenti í árið 2005 þegar hann datt ofan í lest á bát á járnbita í stiga sem skemmdi á honum hrygginn. Og fyrir 10 árum síðan þá bara byrjaði ég að reyna að standa upp og gera eitthvað. Og þú leitar í handverkið? Já, þetta náttúrulega byrjar eiginlega aðalega. Ég náttúrulega að vinna steinin. Ég aðalega svona að slípa steinin og svo kemur bara hitt hægt og rólega. Og eins og ég segi, með góðra manna hjálp og hérna líka eins og ég hef góðan vin sem að hjálpa mér, sýnir mér, handbröðin og annað. En svo verður maður náttúrulega líka sjálfur að reyna að kveikja. Bara að halda áfram. Það getur að stoppa neitt. Þannig verður líka til eitthvað nýtt? Já, þannig kemur náttúrulega alltaf einhverja nýjar hugmyndir. Stundum sit ég hérna með spýtu og er kannski að tálka og horfa hérna yfir. Já, ég ætti kannski að prófa að gera þetta, skilurðu. Þetta svona bara einhver þörf bara fyrir að gera eitthvað. Þetta bæði vinna og áhugamál? Já. Og náttúrulega hitta allt þetta góða fólk sem hingað hefur komið. Bæði Íslendinga og erlent fólk. Þið þykir mjög vænt það að fá þessi góðu viðbrögð? Bara, ég get ekki lýst í stundum. Það svona tilfinning í því að finna það hvað rosalega mikið af góðu fólki í heiminum. Og geta nálgast á þennan hátt eins og það sem verið að senda mér, hitt og þetta. Sem ég ekkert að biðja um. Ég aldrei að biðja einn að gera, en þakklæti frá mér mjög mikið vegna þess að þetta gefur mér líka það mikið púst. Halda áfram. Þú búinn að vera að þessu í 10 ár síðan ég byrjaði. Þetta var mér líka sagt að þetta myndi taka 10 ár. Þetta held ég í júní á þessu ári. Sem akkurat komin 10 ár. Ég var að reyna að finna í gestabókinni minni þegar ég byrjaði. Þú auglýsir ekkert? Ég auglýsi mig ekkert sjálfur. Þetta bara hefur spurst. Þetta bara, hvað að segja, tenging bara við annað fólk, TripAdvisor, Google Map og svona. Ég var meira sér farin að heyra það. Ég var komin á Facebook í Kína, á Tævan. En nú ert þú ekki mikill tölvumaður. Nei. Ef þú getur svarað öllu þessu fólki og öllu þessu jákvæða, hvað myndir þú segja? Ég bara veit af alla. Ég myndi fyrst og fremst segja takk fyrir og bjóða það velkomið á sínu tungumáli. Hérna allir velkomnir. En það engin pressa á neitt, sko, skilurðu. Fólk getur, ég ekkert að labba og draga það til þess að sýna þið, skilurðu. Ég bara útskýri, svo bara labbar það bara frjálst Eða þú vill ekki, eða hefur ekki áhuga fyrir, þá það bara allt í lagi, skilurðu. En það kostar ekkert inn á mitt steinasafn. Ég tók þá ákvörðun. Mikið verið spurður af hverju ég sel ekki inn. Það bara eitthvað sem að mitt safn byggist allt öðruvísi upp. Það svo lítið unnið. Þetta bara eins og ég fann þá í náttúrunni þegar ég var að safna. Hér allt unnið af mikilli ástríðu í höndunum. Ekki til þess að fjöldaframleiða og græða því peninga, heldur til þess að gefa eitthvað af sér til annara, til að gleðja og fá jákvæð viðbrögð sem Jón Friðrik heldur upp á umfram allt annað og hengir það öll í skrauts rétt eins og handverki sjálft. Ég kem frá Siglufirði að vera hérna í 2 mánuði, en hérna fann ég mig. En ef við tölum þess þessa sköpun, þú varst sjómaður. Já.
En þú finnur sköpunarkraftin í þér eftir slysið, var slysið? Nei, já, kannski hefur verið vendur. Nei, það var kannski minn háttur, ég veit ekki hvernig ég og svo sem, það er kannski annar að lýsa því, en það var betra að standa upp og reyna að gera eitthvað, heldur en að liggja kannski í rúminu og þiggja bætur. Skilurðu, að gera eitthvað, en mega samt gera eitthvað. Ég geri upp allt hér og ég nota posa og annað og er að borga, skilurðu. Þó svo ég sé á mínum bótum eða hvað sem að kallast. En þú varst ekki í þessari sköpun fyrir? Nei, elsku kallið mér. En þetta, það er bara, stundum breytist líf manna en mér finnst bara að vera best að reyna að hafa bara jákvæðina að vopni. Og við getum tekið inn í þetta sem eitthvað jákvætt út úr þessu? Já, ég geri það. En það er akkur þér sem þið líður best með tónlistina í botni? Já, ég hlusta á góða tónlist, Led Zeppelin, Deep Purple og allt þetta gamla stöf.